Hér erum við komin með teikningu sem að vissulega farin að líta út eins og algjör köngulóarvefur og kaos. En þetta ekki flókið í raun. Þú ert búinn að tengja þetta hér. Og þetta hér. Og þetta hér. Og þú tengdir þetta hér og þú tengdir þetta hér. Þannig að þetta nýtt. Ljósið hérna. Ljós. Og þetta hér K2 eitthvað. K2 greinilega bætast við. Við erum greinilega að nota start, sjálfhelda, við erum að kveikja á öðrum seguliða, við erum að láta þennan seguliða kveikja ljósið. Þessi bara fyrir sjálfhelduna, þessi kveiki ljósið. Þetta mjög algengt og þá þessi seguliði hér oft miklu stærri og öflugri heldur en þessi. Þessi bara notað til þess að kveikja á þessum. Þessi getur verið alveg risastór. En við skulum sjá hvað það ekki bara eitthvað auðvitað að klára þetta. 11K2 og 11K1. 11K2 og 11K1. Það þessi hérna. Þeir eru ennþá tengdir saman síðan í síðasta verkefni. Þessi kubbur hérna. Ok. Þannig að það bara komið. Ég ætla að skrifa hérna. Rauður gaffall. Hvað þá eftir? Ég mest að tengja þennan hérna. A1K2, A1K2. Þannig að þeir að tengjast bara hérna hlið. Nú kemur ljós að hverju ég gerði þetta áðan hérna. Jú, ég hafði tengt þetta verkefni eitt áður, ég vissi alveg hvað ég var að fara að gera. Og tengjum við bara rauðvírin aftur og þá eru þessi tengdir saman hérna. Þannig að aftur rauður gaffall hérna á milli, hérna, hingað. Búið að tengja þá saman. Komið. Hvað þá eftir? Við erum eftir að tengja hérna 14K2 í ljós. Og hvernig var þetta? Rauði var blúsinn. Þannig að 14. Það hérna appelsínugulur, K2. Það á að vera þessi hérna vír. Og svo gulið þá í mínusinn bara hérna. Einhvers staðar. Þessi sem sagt rauður. Og hinn endinn hérna gulur. Tegnar hérna fjólubláan. Þetta allt hérna blái mínusinn. Svona. Og ef að sjá hvað gerist. Kveikna á tveimur seguliðum og perunni. Hér allt eins og það að vera.